þessum markverða stafi og tilgangurinn með markverðum stöfum er að gefa til kynna nákvæmni mælistærða fyrst og fremst. Það er hérna mismunandi eftir mælitækjum sem við höfum hversu nákvæmlega við getum lesið af þeim og markverðu stafinir gefa það til kynna. Ef við til dæmis notum reglustiku til að mæla eitthvað, hefðbundin reglustika hefur sentimetra bil og svo millimetra bil. Þannig að ef við mælum eitthvað með þessari reglustiku þá mælir hún ekki nákvæmar heldur en upp á 1 millimetra. Ef við til dæmis mælum eitthvað sem er 2,4 centimetrar þá getum við líka gefið það upp sem 24 millimetra ef við viljum eða 0,024 metra og svo framvegis, en það væri rangt að segja að þetta væri 2,400 centimetrar eða 24,0 millimetrar og svo framvegis vegna þess að við höfum ekki næga nákvæmni í reglustikunni til þess að vera viss þessi auka 0. Við vitum að þetta eru 24 millimetrar en ekki 23 eða 25, en við vitum ekki að þetta sé ekki 24,1 mm til dæmis, þannig að við getum ekki sagt 24,0. Það er röng notkun á markverðum stöfum. Og niðurstöður útreikninga á einhverju geta aldrei verið nákvæmari heldur en ónákvæmasta mælistærðin. Sem sagt, hérna útreiknað gildi getur aldrei verið nákvæmara en ónákvæmasta mælistærðin. Sem þýðir að þegar við erum að vinna með tölur, þegar við erum að reikna eitthvað út, þá þurfum við að taka tillit til markverða stafa. Og fyrst þurfum við þá að vita, til að bæði setja fram niðurstöður eða lesa úr niðurstöðum annarra, þurfum við að vita hvenær eru tölur markverðar. Og reglurnar það eru þá að tölurnar sem eru ekki 0, tölurnar á milli 1 og 9 eru alltaf markverðar í öllum tilfellum. Það eru engin dæmi með þessar tölur séu ekki markverðar. 0 sem er á milli einhverja þessara talna er líka markvert. Og hérna 0 sem að kemur í lok tölu aftan við kommu er markvert. Til dæmis hérna uppi 24,0, þetta 0 væri markvert, það væri að gefa til kynna meiri nákvæmni. Hins vegar er 0 í byrjun tölu ekki markvert vegna þess að það eina sem þetta 0 gerir er að segja okkur hvar komman er. Sem sína dæmum það hérna rétt fram. 0 í loktölu sem hefur ekki kommu, tölu svo 2000 eða eitthvað svoleiðis, er kannski markvert. Við vitum það ekki án samhengis. Notum núna hérna nokkur dæmi til að sjá þetta fyrir okkur. Og dæmi reglu 1 hérna er bara að tala eins og 4289. Hún hefur 4 markverða tölustafi, þeir eru allir markverðir. Og hérna til dæmis tala eins
eins og 3007 hefur líka alla tölustafina markverða því þessi 0 hér eru milli tveggja annarra talna. 0 í lok tölu fyrir aftan kommu gæti til dæmis litið svona út 2,400 eins og í dæminu hérna áðan. Þessi 2,0 hérna eru bæði markverð vegna þess að þau eru að gefa til kynna að við vitum þessa tölu, þessa 2,4 með svona mikilvæg nákvæmni. Við vitum að þetta er 2,400 en ekki til dæmis 2,399 eða 2,401. Við vitum töluna með svona mikilvæg nákvæmni. 0 í byrjun tölu er ekki markverð vegna þess að það er bara til að segja okkur hvar komman á að vera. Tala eins og 0,0 sem er hérna 1750 hefur 4 markverða stafi. Fyrsti markverði stafurinn er fyrsti tölustafurinn sem er 1 og fyrir aftasta 0 gildir reglan að ofan að 0 fyrir aftan tölu aftan kommu er markverð. Þessi 0 eru bara til að segja okkur hvar komman á að vera. Þetta er tala, við getum hugsað okkur að þetta væri segjum 1,750 cm sem við erum búin að breyta í metra og eru núna 0,01750 metrar til dæmis. Þannig að þessa tölu mætti líka skrifa á staðalformi 1,750 sinni 10 mínus öðru og þá er ljóst að það eru 4 markverðir stafir. Erfiðustu tölurnar eru tölur sem að hafa sem sagt engar kommur en 0 aftast eins og tala eins og 320.000. Hér fer það eftir samhengi. Það er til dæmis ljóst að þegar þessar tölur eru notaðar til að gefa upp íbúafjölda eins og íbúar á Íslandi eru 320.000 að þá eru jafnvel engin af þessu 0 markvert eða í mesta lagi 1 þeirra. Við setjum oft svona nokkurn veginn svona tölur þegar rétta talan er kannski 322.489 eða eitthvað svoleiðis. Hins vegar ef að ég nota vog sem að vigtar alveg upp á gram og ég fæ 3200 gram og ég veit að voginn getur líka vigtað 3201 eða 3199 að þá væru 0 hérna bæði markverð. Þannig að þetta fer eftir samhengi og ef maður vill vera viss þá gefur maður til kynna með því að breyta einingunni eða setja á staðalform. Ég geti til dæmis sagt 3,200 sinnum 10 í þriðja grömm. Þetta því að ég þarf að markvalda með 10 þriðja eða 1000 þessa tölu til að fá 3200. Og núna gildir loktölu fyrir aftan kommureglan. Þannig að þetta er markvært. Eða ég geti sagt 3,200 kílógrömm. Og þá var öll 0 markverðar sem við forsendum. Svo skoðum við hvernig við reiknum út með markverðarstöfum. Hvað eiga að vera margir markverðarstafir í lokasvarinu okkar þegar við höfum reiknað eitthvað. Og það gildir önnur regla samlagningu og frádrátt heldur en markvöldun og deilingu. Í samlagningu og frádrætti er horft á stafi aftan kommu. Og þessi niðurstaðan, þess að skipta máli, niðurstaðan hefur jafn marga stafi aftan kommu og svo tala sem hefur fæsta. Það er alltaf fæsta. Það er fæsta hreinlega vegna þess að við sögðum áðan niðurstaða getur ekki verið nákvæmari heldur en ónákvæmasta mælistærðinni. Þannig við legg saman 2,478 og 1,2 segjum
þá kemur hérna út 3,678 sem samkvæmt þessari reglu verður 3,7. 1,2 hefur bara 1 staf aftan við kommu, þannig að lokatalan okkar hefur bara 1 staf aftan við kommu. Í margföldun og deilingu hins vegar hort á heildarfjölda markverðarstafa. Þannig að hún hefur bara jafn marga markverðarstafi, alveg óháð kommum. Og aftur fæsta. Þannig ef við til dæmis deilum, segjum hérna 2481 deilt með 2,7 og reikna það út, 2481 deilt með 2,7, og fáum við samkvæmt reiknivél 918,888, skrifa hérna 918,89, en með réttum fjölda markverðarstafa sem eru bara 2, þá verður þetta 920. Við námyndum hérna upp að því að 8 er yfir 5, eða ég gæti sagt 9,2 sinnum 10 í öðru til að sjálfa á hreinu að þetta aftasta 0 eigi ekki að vera markvert.